Íslenska krónan, hún hendar einfaldlega ekki fyrirtæki eins og Össuri hf. Árið 2002 þá byrjuðum við að gera upp í erlendri mynt. Við fjármagnum okkur algjörlega í erlendri mynt í gegnum alþjóðabanka sem geta boðið okkur kjör sem fáum íslenskum fyrirtækjum bjóðast. Við skráum okkur í erlendri mynt á erlendum mörkuðum. Við reynum að komast sem lengst frá krónunni eins og við mögulega getum. Fyrir utan að þetta okkur fjöturinn fót, þá þetta gríðarleg ósanngirni gagnvart þeim sem geta ekki gert eins og við. Og það má segja að allir hinir þurfa þetta eins og að keppa í 100 metra hlaupi í vaðistígnum. Það hefur einnig verið sagt að íslenska krónan hún að hjálpa okkur út úr ýmsum vanda. Og það má líkja því við að hrósa brennuvargnum fyrir vel unnin slökkvistörf. Varðandi íslensku krónuna og áhrif þess á hennar og okkar rekstur og okkar afstöðu til hennar, þá erum við mjög sáttir við íslensku krónuna. Við verðum að gera okkur grein fyrir þeim sveiflum sem hún í. Stundum hún veik og stundum sterk og það ræðist á okkar umhverfi sem við búum í og lifum við. Í stað þess að fara í myntbandalag sem við höfum ekkert að segja og styrkleiki myntarinnar getur farið yfir allt öðrum aðstöðum heldur en við erum að búa við. Króna eða evra, ég veit það ekki, en ég veit hvernig það að reka lítið sérhæft ferðaþjónustufyrirtæki og Asgard ehf. Mjög sérhæft fyrirtæki sem sérhæfir sig í fjallaleiðsögn og við seljum fáar ferðir sem kosta töluvert. Þannig að með styrkingu krónunnar verður hver ferð töluvert dýrari í evru eða dollar og þó að kúnnarnir okkar sé ekkert sérstaklega verðviðkvæmir, þá eru samt takmörk fyrir því hversu miklum fjárhæðum þú ætlar að eyða í fríið þitt. Og við höfum fundið fyrir því að það hafa orðið skellir eða áföll hjá gestunum okkar sem hafa bókað ferðir langt fram í tímann og ég býst við því að það muni halda áfram inn í framtíðina og þær áætlanir sem við þurfum að gera, oft jafnvel 2 ár fram í tímann, það mjög erfitt að gera þegar óvissan mikil. Þannig að meiri stöðugleiki væri rosalega góður bara til þess að spara tíma og orku sem fer í því að velta þessum hlutum fyrir sér. Meginstarfsemi Kletts að veita atvinnulífinu þjónustu með stóra flutningabíla og vinnuvélar, en innflutningurinn byggist á sérböndunum viðstaðvinna með 2 til 4 mánaða afhendingartíma gjarnan. Þessi tæki sem kostaði 20 milljóna eru með mjög lága álagningu og geta gengið sveiflur því hæglega numið meira en sem nemur allri álagningunni. Endanlegt verð í íslenskum krónum því ávallt háð gengisþróun og því ekki vita þegar samningur gerður nema í erlendri mynt sem mjög bagalegt. Það getur síðan munað 100.000 króna þegar kemur að greiðslu til framleiðanda, hvort að greitt í dag eða morgun, jafnvel hvort að fyrir þetta hádegi. Því flögt í gengi augljóslega mjög bagalegt í þessum viðskiptum og mikil tími og orka fyrir að fylgjast með og forðast skaða af þessu völdum. Sama á við viðstæðin okkar sem eru bæði einyrkjar og stærstu fyrirtæki landsins. Þeir vilja gjarnan deila með okkur áhyggjum sínum þegar að tæki hefur kannski hækkað 1 eða 2 milljónir frá pöntun og ekki enn komið til landsins. Ég held að við ættum að hætta þessari sóun.